í þessu frumvarpi felast þau tíðindi, þannig risastórt skref sem að með tímanum leiðir til fækkunar verðtryggðra lána og þetta líka risastórt skref til að mæta ungu fólki við að eignast húsnæði og það hefur sýnt sig og grunnurinn að þessar aðgerðir meðal annars sá að þeim ungu fólki sem kaupir húsnæði hefur fækkað í þeim hópi á síðustu 10 árum miklu meira heldur en að ég hafði gert mér í hugarlund. Já, það eru 45.000 launþegar sem eiga ekki fasteign og það er áætlað að það verði margir sem geti nýtt sér þetta. En hvað segir þú, Sigríður? Já, það er nú margt þetta að segja. Það er mjög margt þetta að segja nefnilega. Og ég verð nú að segja sko, það var svona boðað að nú væri að koma tillögur hvernig aflétta ætti verðtryggingu stíg út úr henni. Svo kom bara tillögur húsnæðissparnað, þannig ég var svolítið rugluð í rýminu. Varan var ekki hinn auglýsta, þannig að það tók maður svolítið tíma svona einhvern veginn, þess að býta hvað er þetta? Og mér finnst kannski svona að Framsóknarflokkurinn sé bara búinn að lúffa fyrir Sjálfstæðisflokknum. Við séum hætt við afnám verðtryggingar og komin yfir bara í þessa húsnæðissparnaðu leið. Ég held að sko húsnæðissparnaður getur sannarlega verið af hinu góða og það er náttúrulega rosalegt mál fyrir ungt fólk sem getur ekki eignast húsnæði, kemst ekki inn á fasteignamarkaðinn. Þetta er mjög alvarleg staða og bara húsnæðisöryggi er svo mikilvægt. En þá sko vakna svo margar spurningar. Sko, nú getur verið að ég væri nýbúin að kaupa íbúð og gæti byrjað að greiða niður höfuðstólinn með séreignarsparnaðinum mínum. Og það er fínt, en ég er þegar komin inn á markaðinn. Já, og fólk er að gera þetta. Já. Þannig að ég er þegar komin inn á markaðinn og er í tiltölulega góðum málum. Þeir sem eru enn ekki komnir inn á hann og ætla að fara að spara í einhver ár, mjög líklega mun þessi aðgerð valda því að húsnæðisverð hækki. Þannig að þetta gerir skrefið inn á markaðinn jafnvel erfiðari.